Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Skemmtilegu þáttur framundan. Þar sem við heimsækjum meðal annars líftækni fyrirtækið Algalíf. Það var eitt af mörgum frumkvöðla fyrirtækjum sem á hófu rekstur eða starfsemi fljótlega eftir bankahrun hér á Ásbrú. Fyrirtækið hefur vaxið og það frekari vöxtur framundan. Komið með okkur inn. Í verksmiðju Algalífs má sjá letskrúðugar leiðslur þar sem þörungurinn ræktaður í stýrðu umhverfi innanhús með umhverfisvænum orkugjöfum. Úr þörungunum unnið fæðubótarefnið astaxanthin. Framleiðsla Algalífs á astaxanthini úr örþörungum umhverfisvæn og ekkert jarðefnaeldsneyti notað í ferlinu. Notast við sérstök LED-ljós og tölvustýrð ljósa- og hitakerfi við ræktun örþörungana í lokuðum rörakerfum sem þýðir að vatns, raforku og landnotkun í lágmarki. Algalíf hefur getið sér gott orð á alþjóðavettvangi fyrir sjálfbærni, gæði og afhendingaröryggi og orðinn eitt stærsti þörungaframleiðandi í heimi. Mjög fljótlega komumst við að þeirri niðurstöðu að astaxanthin væri eina varan sem var þá góð og það var byrjað að þróa aðferðið að rækta astaxanthin eða búa til astaxanthin og við vorum síðan töldum okkur vera tilbúna svona sumarið 2013 og fengum þessi hús hér afhent í lok árs þá og byrjuðum strax að breyta þeim og laga þau og við fengum í nýja fjárfesta á árinu 2013 sem að gerði okkur mögulegt að fara í þetta og við vorum í rauninni byrjuð að framleiða í júní 2014 var svona fyrst verið að uppskera og það var með tækni sem var ekki nógu góð þannig að við þurftum rauninni áður vorum búin að byggja verksmiðjuna þurftum að fara að laga hana og það tók tíma en svo svona smátt og smátt tókum á þessu og náðum framleiðninu upp sem var lykilatriði og eftir það þá fórum við að huga því að stækka byrjuðum síðan á því 2015 og vorum svona 2016-17 mjög mikið að vinna í því og síðan kláruðu það samt í rauninni ekki fyrir á síðast ári að setja öll kerfin í gang og núna erum við í fyrsta sinn á fullri afkastagetu og það rauninni mjög gott að vera komin þangað því að það kemur mjög mikil hagkvæmni með stærðinni og að því að markaðurinn góður núna þá erum við búin að ákveða að stækka meira og rauninni þrefalda úr þessari stærð sem við erum komin í núna hérna. Rúmlega 100 innlend störf verða til á framkvæmdatímanum 2021 til 2022 í stækkun verksmiðjunnar sem hefst á vordögum. Ársveltan mun eftir stækkunina þrefaldast og tekjurnar fara úr 1,5 milljarði króna í 5,5 milljarð. Erlend fjárfesting nemur 4 milljörðum en eigendurnir þekkt norskt fyrirtæki. Og fjöldi starfsmanna sem nú 35 og flestir af Suðurnesjum mun tvöfaldast. Í upphafi hófst starfsemin í gömlu húsnæði varnarliðsins þar sem hermenn nýttu hlaupabraut inni við. Við spyrjum Orra hvernig það hafi gerst að verksmiðjan hafi verið sett upp á Ásbrú. Við skoðum ýmsa kosti og á endanum var þetta sá sem var bestur. Það var mjög mikil stuðningur frá bæjarfélaginu. Árni Sigfússon var mjög ákafur í að styðja við þetta og vildi fá okkur hingað og það var gott og svo var Kateko líka mjög jákvætt og gerði þessar byggingar klárar í rauninni þannig að við gátum farið að innrétta þær og setja upp okkar kerfi þannig að það skipti mjög miklu máli í staðinn fyrir að bara leigja einhvers staðar þar sem að engin sérstakur stuðningur var fyrir hendi en þetta var stór þáttur í að við ákvæðum að koma hingað. Eigendurnir í Noregi og Orri segir að þeir hafi verið jákvæðir fyrir uppbyggingunni frá upphafi. Þeir eru norskir, tveir menn sem að byggðu fæðubótariðnað framleiðslu í Noregi og þeir keyptu sig inn í þetta á árinu 2013 og tóku síðan allt félagið yfir og þeir hafa verið mjög góður eigandi, þeir hafa stutt við okkur þetta gekk ekki alltaf mjög vel að framleiða og gekk ekki alltaf mjög vel að selja en þeir voru alltaf tilbúnir að trúa á verkinu og trúa á okkur og það hefur rauninni komið okkur í gegnum og það svona kannski það sem skilur á milli feiks og ófeiks í svona nýsköpun að það að hafa auðvitað nóg fjármagn og eins að það sé þolinmótt og það sé traust og við höfum haldið því alltaf og ég held að það sé verið að staðfesta það með því að fara út í þessa stækkun. Grunnurinn í byrjun sá að við keyptum til Noregs
það eru svona þörungabanka sem eru reknir og við keyptum glös frá 4 þeirra, gerðum smá tilraunir með það og þessi típa óx best og við erum ennþá að nota þennan stofn og hann keyptur á 150 € fyrir 8 árum síðan. Þannig að hann er grunnurinn að þessu öllu? Já, og hann er ennþá verið að nota hann, þannig að þetta er ekkert mjög flókið að afla hráefnanna. Í núverandi verksmiðju þá ræktum við ca. 30 tonn af þörungum á ári, sem er ekki mikið. En af því eru bara rúmlega 5% astasanding. Þannig að heildarframleiðslan okkar á þessu ári verður eitthvað rúmlega 1500 kg af astasandingi. Þannig að þetta er mjög litlar tölur en verðmætin eru mikil. Aðstæður á Íslandi eru að mörgu leyti góðar. Við erum með nóga vatni, við erum með nóga raforku og verðið á henni er ekki mjög hátt. En síðan er annað svona plús og það er umhverfið að við erum með þetta lága og jafna hitastig. Það gerur okkur auðveldara að stýra framleiðslunni bæði af því við þurfum að stýra hitastiginu hérna inni og eins er það þannig að við fáum minna af þörungum og öðrum aðskotalífverum inn í kerfin okkar vegna þess að það sem þrífast vel á Íslandi, þeim líður ekkert endilega vel í 25 til 30 gráðu heitu ræktunarkerfi. Algalíf er hráefnisframleiðandinn og efnið er notað í fæðubótarefni að langmestu leyti. Fyrirtækið er ekki með vörumerki í smásölu og einbeitir sér að framleiðslu hráefnisins, en hverjir eru notendur vörunar? Þetta er fólk sem er oft í líkamsrækt, eldra fólk sem eru svona kannski með vandræði í liðamótum og þetta er í grunninn andófsunarefni, þannig að þetta er gott fyrir þá sem er að æfa mikið til þess að ná hraðari endurheimt og það virkar í rauninni á svona hitt og þetta líka að segja. Þetta líka svona getur virkað sem væg sólarvörn af því að rauninni er þörungurinn að framleiða astasandinni til að verja sig fyrir sólarljósi og það virkar pínlítið á okkur líka. Og þetta er nánast allt sem við seljum fer í fæðubótarefni, svo fer svolítið í húðvörur en okkar aðalmarkaður er fæðubót. Og Orri segir að heimsmarkaðurinn sé góður þessa dagana. Jú, við erum með í heildina einhverja 50 kaupendur en af þeim eru 7 sem að skipta mestu máli, er að taka 80–90% af framleiðslunni og þeim er að fjölga hægt og bítandi og af því við erum að fara að stækka þá viljum við fjölga þeim sem mest til þess að hafa auðveldari söluleið eftir stækkunina. En þetta er svona ákveðin balans, þú þarft að hafa vöruna ef þú ert að bjóða hana og við erum núna með rauninni allt meira og minna uppselt á þessu ári og næsta. Þannig að við þurfum að fara mjög varlega í að lofa.